Já, komið sæl og velkomin til leiks hérna á tvöföldum degi á Blönduósi. Við fengum 2 umferðir í dag, langur og strangur dagur. En já, tvöföldum umferðum er lokið, þannig að framöndan eru 3 dagar, keppnisdagar, þar sem að úrslitin mun ráðast. En við höfum, 2 umferðir að fara yfir og byrjum á 5. umferðinni. Efsta borð, Hannes og Vignir, hvað getur þú sagt okkur þá skák? Hannes kemur inn í þessi skák með fullt úr svinninga, 4 vinninga 4, Vignir hálfum á eftir og Vignir með hvítt og ég upplifði þetta þannig að pressan var svolítið á Vigni að sína sig á sanna og tefla til vinnis í þessari skák og fyrirfram verið jafntefli góð úrslit fyrir Hannes með stöðun í mótinu. Það er svo sem ekkert sem kemur óvart í byrjunarvalinu hjá Vigni. Hann leikur D4 eins og gerir venjulega og hefur verið að tefla með góðan árangri byrjunir eins og katalónska byrjun ýmislegt annað. En Hannes kannski er fyrstur til að koma óvart í byrjuninni og eftir þetta C3 hjá Vigni og leikur Hannes þetta C5. Já, fyrir terra sinn? Já, ég gerði svona ráð fyrir það að Hannes var að velta fyrir sér að Vigni dræpi hérna á D5, hann myndi drepa hérna með rittara sem er svona þekkt í aðtölusabriði, það sem skiptist upp á monnum og verður kannski svona erfitt fyrir hvítana að sína eitthvað. Já. Þannig að Vigni valdi hérna valkost að leika hérna E3, Hannes leikur rittari C6 og eftir A3 kemur A6 og þá erum við svona samkværa stöðu þar sem að hvítur svolítið stýrir ferðinni hvað hann vill gera. Hvítur getur drepið hérna á C5 og eftir biskup drepið C5 leikir B4 og þá fengið stöðu þar sem að svartur hefur stætt peð. Hvítur getur líka tekið á D5 á einhverjum tímapunkti og fengið þá stöðu þar sem að svartur hefur stætt peð líka. Hvítur getur líka sleppt í að drepa og gert eitthvað annað og það er svona, báður geta fengið stætt peð. Vigni valdi henni valkost að taka hérna á D5 og leik hérna biskup E2 sem er allt sést áður og þá leik Hannes áhugaðurleik, hann leik C4 C4, á lokatablinu og kemur við þegar hann getur fengið stætt peð? Já, vissulega og svona við fyrstu sín getur menn ímyndið sér að svartur var að plana að leika B5, biskup F5 hlaða undir peðið og leika A5, B4 og tefla upp á peðið meira hlutan á drottningvagnum. En hvítur ásamt ákveðin trómt þó að staðan líti ekki út fyrir að vera neitt sérstaklega ógnandi. Hvítur getur leikið hérna rittari E5 og reynda svona byggja upp ákveð gegnumbrot á miðborðinu. Vignir reynda byrjar að leika B3 og Hannes drap það. Ég held að B5 sé möguleiki en það er samt svart þeirra að fara varlega. Við getum nefnt til dæmis þennan möguleika hér og það er alls konar svona möguleika fyrir hvítan að leika drottning A4 og pressa á rittaran og fylgja eftir með rittari E5 byrja á rittari E5 og svo drottning A4 og brjóta upp tafli með E4 þannig að Hannes var skynsamur drap á B3 og leik svo B5 og þetta er nýr leikur í stöðunni. Ég held að þetta sé vel telt hjá Hannesi, hann opnar á möguleikan að leika rittaran á A5 og C4 og Vignir svona fann kannski ekki alveg svona beitta leið í framhaldinu til þess að setja hann að sérstaklega press á Hannes. Hannes fekk í rólegheitum bara að koma mönnum sínum út og byggja upp bara prýðilega stöðu og Vignir reyndi svona sitt besta til þess að gera eitthvað. Drepur hérna á C4, hérna eru 2 möguleika fyrir Hannes að drepa með DP eða drepa með BP. Ég held að komi veldikarinn að taka með DP-inu en mig grunar að Hannes hafi verið búin að gera sig inn á að jafntefli hafi verið góð úrslit og hafi viljað halda þessu svona undir kontról eða þetta að segja það. Já, B2 C4 með tröst. Já, með tröst. Ég peða fram á svo hvíts í skefjum á miðborðinu og svona hefur fá á veikleika. Já. D2 C4 kannski býður upp á það að hvítu gæti með tíð og tíma kannski ítt peðanum fram á miðborðinu. Akkurat, hann getur byggt upp eitthvað miðborð og þó að svartur hafi sinn peða með hluta þá er þetta svona í ójafnvægi þannig að Hannes hugsaði þessi lengi um hann drap hérna, hugsaði þessum í rúma 20 mínútur sem er athyglisvert. Vignir leik þá drottning 1 með væntanlega með þeirri hugmynd að sveifla drottningunni yfir eftir F3 til dæmis. Hannes leik biskup D6 og eftir F3 kom biskup C6 og Hannes þá tilbúin að hefði einhverjar aðgerðir á drottningvagnum með opna línu fyrir hrókin og eftir biskup C2 þá kom hrókur B2 og eftir drottning C fór Hannes tilbaka og hér ákvaði þess að keppnendur að þráleika og ég held að svona objektíft, eða var að segja að það standi svartur betur en
með það svona til hliðsjónur að Hannes var búinn að gíra sinna og jafnvel verið góð úrslit þá. Já, ég held að Hannes hafi verið sáttur með Svart og tvöföld umferð, þú ert líki, hann ekki hrifinn á morgun. Alls ekki, og þú vilt spara orku og allt það. Já. Þannig að, já, ég held að hann hafi svona ákveð þetta út frá því hvað hann var sáttur við fyrirfram. Já. Ef staðan í mótunum hefur önnur þá held ég að hann hefur telt þessa stöð áfram. Já, ekki spurning. Og svona, já, ég held að Vignir hljóta vera aðeins svektur að hafa ekki náð að setja meira press. Það setti almennilega press á Hannes, já. Einmitt. Kom hann að vera undirbúin til leiks. Já, hann er jafnvel niðurstaðan hér. Já. Og kíkja hérna á annað borðið, þar var Ívan Sitsko og Bárður Birkisson og við komum hérna til leiks í miðtalinu. Þetta er staðan sem kemur upp úr Sestnikofabriðinu. Já. Það sem Svart að kemur eftir hennar DFM-reit. Hann er mjög traustur í staðinn og svona á ákveðna dýnamiska möguleika sjálfur oft á tíðum. Þetta er kannski staðan þar sem að Bárður var óánægður með hvað gerist næst, eða ekki? Jó, mér finnst, sko, Bárður hafði telt þessi skák bara prýðilega fram að þessu. Hann fylgdi þess að algengustu lefunum í teóríunni og með allt á hreinu. Efna að halda bara góð jafnvægi gegn sterkustamastara og ég held að akkurat í þessu stöðu þurfa hann eiginlega ekki að gera neitt. Hann getur henni bara leikið einhverju leik. Hann nefndi sjálfur með eftir skákina að leikurinn svo H5 væri bara mjög fín að halda bara jafnvæginu og Svartur getur leikið einhverju svona leikjum bara til þess að halda þessu gangandi. Já, bara svona segja passa eiginlega. Já. Vandamál Hvíts er ef að Svartur leikur H5, ef hann ætlar að hlaða til dæmis á hann veikleika með leikur hróku D3 þá er alltaf EP-ið uppnámi. Þannig að Hvítur þarf að taka á sig sjálfur ákveðna veikleika við að valda EP-ið og já, ég held að staðan sé í dýnamisku jafnvægi en Bárður ákveða að leika hérna biskup D6 sem skilur D6-pið eftir uppnámi. Já, leikur biskup D8 og D6 Já, biskup D8 fyrir ekki, já. Og hérna átti Ívan góða lið, hann gæti tekið á D6 en einhverjum hluti vegna gerir það ekki. Einmitt. Og ef hann hefði gert það Svartur líkli í vandra, við getum séð línu eins og hrókur upp á D6 tekið riddartekur hrókurinn róni, ef þú tekur á A4 með hrók, þá tekur á F7 Einmitt. þannig að dróndur bara A4 líklega skástaleikurinn. Akkurat. Þá kemur drónin D5 og Svartur menni svona standa svolítið klunnalega. Það er róni á F7, róni á C4 Riddari B5 þessi er erfiður. Tveir með róni. Já, og þetta er losalegt af Svartum og líklega unnið á Hvítan. Þannig að eftir biskup D8 þá nýtti Ívan Sitsko ekki tækifæri sitt. Hann lék hróku D3 sem verið svona auka pressuna og eftir þessi uppskipti hér þá er Bárður ennþá með jafnt tafl. Já, út af þessum skemmtilega leikina hróku D4 skák. Þetta er klókuleikur. Opnar leið fyrir drottninguna og hér verður uppskipti þessast drottningum og hér eru komin í endatafla sem er jafnt í liðum og Hvítur hefur þetta frípið á séljunni. Leikur hróku C8 og hér því miður fyrir Bárð verðum á alvarleg mistök. Já, í miklu tíma ekki eins og hann vill oft lendi í. Ég velti fyrir mig hvort hann hafi séð þessa leið fyrir Ívan eftir að leik biskup D8 og bara verið svona frelst með fegin að sleppa og kannski verið svona kærur senna og leikur hérna E4 Já. Sem er bara tapleikur. Já, eina vandamál Svartastöðunni er að þessi biskup er leppur. Biskupin er kyrjulega valdaður. Vandinn er eftir E4 sem að Bárður lék þá verður bara einfall línur á hérna riddari D4 og biskupin fellur og hann gafst. Já. Gæti ekki að leika sem kom G7 og Hvít þarf ekki að hafa fyrir vinnunum. Já, ég hef alveg haft góða trú að Bárður hefði haldið jafntefli í þessu stöðu eftir kom G7 sko. Þannig að svekkjandi úrslit eftir bara veltælda skákja Bárður. Á þriðja borði þá náði landsliðsmaðurinn Guðmundur Kjartason að lyfta sér aðeins betur upp í tapharna með því að leggja Hilmi Freyr Heimisson og við komum hérna nokkuð snemma til leiks í 11. leik, svona tiltölulega venjuleg staða, ekki? Jú, kannski svolítið svona gummalega byrjun, þetta er rétt í byrjun og fóð svo hægt í byrjuninni og Guðmundur er hrifinn að því að svona byggja stöðun upp hægt og rólega og hann er ekkert að flýta sér neitt. En við erum hérna með frekar bara eðlilega stöðu og Hilmi sem er með Svart á leik og getur hér leikið bara í rauninni hverju sem er eðlilega leik eins og til dæmis H6 veltum við fyrir okkur til þess að búið til flottari til biskupin til dæmis. Þetta er Hvítur með aðeins meira rými, aðeins meira pressu. Stendur svona örundi betur en ekkert alvarlegt. Nei, hér tók Hilmir ákvörðun að leika D4 sem að ég tel að sé mjög vafasamur leikur og í rauninni
gefur bæði eftir slæma veikleika á D4 og Peðið sjálft verið veikt og Já. þú opnar skáluna fyrir biskupin sem að er bara ekki gott. Nei, Guðmundur leik eðlilega riddari B5, hóta peðinu á D4 Það er valdað. og þá kemur Rókur eftir C1 og nú er bara töluvert mikið pressa á svörtu stöðuna. Hvítur til dæmis að gæla við að taka þetta peð og þá opnast alltaf skotlínur. Já, alltaf flókvættur og skotlínur. Og kannski var hann, já ég veit ekki að gæla við það næsta leikur sem að leika hana í F5 Já, væri svona eitthvað Já. að gefa hann líf vissulóni háþurðan en hvítur fær þetta peð, hann tók á F5 já, ég meina hvítur fær miðbórspeð fyrir kantpeð í rauninni, það var reyna smá flækjur en þetta enda veið að Hilmi tekur peðið. Nú tók hann bara C6 og D4 hvítur er peðir, Já, Óni og C6 þetta peð ætti að falla það fjall í framhaldinu já, við gerum það. og hvítur bara stendur til vinnings á þessu leveli, það er bara ekkert flóknar af það. Já, ég meina framhaldið var bara tæknilega úrvinnsla fyrir Guðmund, þá hefði kannski tekið langan tíma eins og við segjum Guðmund er ekkert að flýta sér hlutunum en En það var aldrei hættu. Nei. Það er bara hliður á C-peði já, og vinnur það hérna á 2-peði meður. Þannig að þetta var eiginlega spurning. Þú þurfum eiginlega ekkert að skoða þetta, hann er bara 2-peði meður, hvítur bara stillir mönnum rétt upp og vinnur hjá svona sterkarskapinu. Já, já. Það er ekkert að ræða það. algjörlega. Þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði og Hilmir eiginlega svona svolítið að stimpla svo út á mótinu þarna með þessu tapi. Já, Það er alveg ansið hressilega endarsbrettilega sens. En fjórðabóðið þá urðu svona nokkuð óvænt úrslit. já, það búið gaman að fylgjast með ungumörunum í mótinu og við erum hérna með skák Adams Ómarssonar gegn alþjóðlega meistaranu Beinni Þorfinssoni. Já, Björn með hvitt. Já, þetta hefði verið svona mjög sérstök skák, Björn leik E4 í fyrsta leik sem hann gerir náðast aldrei og teldi svona vangbræð gegn Sigurleif Örn. Já. Kom þetta á óvart. Staðan var mjög óræð og bauð upp alls konar möguleika en Adam teldi vel og er þegar hér komið sögu með vænlega stöð með biskupaparið og er peðið yfir og Hættuleg þrípeð hérna á línunni. já, Björn var búinn að svona reyna að þyrla upp einhverju ríki í taktíkinni en Adam hitt á bestu leikina og eftir síðustu leik Björns riddari B3 þá leik Adam hérna biskupdrepi B3 og skyndilega er biskupin á E3 allt í orðið barmætt því að næsta leikur svart sér Já. Þetta var C4. svona andstöðulegu leikur, það er kannski ekki andstöðulega að gefa upp biskupin en hérna af því hann á alltaf C4, hvort svo tekum við biskup eða kongi, kemur þessi leikur C4, svartu vinnu liði þannig að eftir biskup B3 þá gafst Björn Þorfinnsson upp. já, Og þetta var góða dag fyrir, ég hef verið hérna með fjölskyldu, við erum með móður og tvo syni og þau unnu allir umferðinni, hérna gaman af því. já, gaman að segja frá því að Lenka mamma Adams er hérna að sjálfsögða að tefla, margöldur Íslandsmeistari og Jósef, yngri bróður Adams líka og þau unnu öll í 50. umferðinni þannig að þau fóru þrjú saman bara skemmt áhundi heim. það er nokkuð góð, sérstaklega góð sigur hjá Adam og Jósef sem voru að tefla með munstega herra menn og unnu báðir. Og kannski síðasta skákin sem við ætlum að skoða í þessari umferð er þá skák Alexander Dómitsúks Jónassonar og Braga Þorfinnssonar þar sem Bragi var að leika hérna F6. Já, Sasser Sákvöldamann er hérna að sækja, hann er búin að tvöfata hálunni og Bragi var að lofta út. En ég held nú að Alexander hafi verið búin að sjá þetta. já. Hér kom, undirbúningsleikur og svo sleggja. Alexander leikið þessar stöðu hérna drottning H7 skák, kongur var að fara yfir F-línuna og þá kom sleggjan biskup drefur F6. Og hugmyndin er að sjálfsögðu ef að drottningin drefur, Þá leppum við á línunni. þá var þetta að vinna drottningu, þannig að Bragi valdi þann kosta að drepa hann biskup með kóng og þá kom skemmtilega leikur hérna hrókur H5 og svarta drottningin er í vandræðum. Sjáum eftir drottning G6, þá er eftir sem áður hægt að skáka á F-línunni og drottningin fellur. Já. Þannig að Bragi valdi þann kosta að leika hérna hrókur H8 og þá kom E5 skák og eftir kongur E7 þá gæti Alexander dreipir hrókinn H8 og við sjáum að svarta drottningin býður alveg að senna á G5. Hrókur átt var með G5, hvítur skipta með yfir fyrir ekki neitt. Einmitt. Þannig að Bragi reyndi að finna eitthvað smá mótspill, gaf hinrókinn, biskup D7 og batt smá vonu við að eiga einhvers konar þráskátt eftir drottning G4. Já,
En eftir nokkra leiki viðbót þá komið ljós að það engin þráskák. Þannig að Alexander sildi svo bara heim. Já, 2 hvítir hrókar verja kongi mjög vel og já, Bragi eftir nokkar skákir, hann reyndi sitt besta en því miður fyrir hann þá fann Alexander bara gott skjól fyrir kongi sinn og Bragi gafst upp. Þannig að mjög dýrmættur sigur fyrir Alexander Tomićuk hérna. Já, heldur betur. Jæja, þá það seinni umferð dagsins, 7. umferðin og á efsta borðið þá mættust Hannes Lífar Stefánsson, 13-faldur Íslandsmeistari og Guðmundur Kjartansson, 3-faldur Íslandsmeistari og já, áður en við skoðum skákina ætlum að heyra svona aðeins hvað þeir höfðu að segja eftir skákina. Það var að ljúka skákinu hérna hjá Hannes og Guðmundi, enda með jafntefli. Hvað getið sagt mér um skákina? Smá pressa hjá mér, sko, svo vikið að mér einhvers stað, sko. Já, ég var alveg bjarsinn við byrjununa því Hannes teltur svona frekar rólega. Og þarna, já, síðan kom upp svona ansi Hannes alveg staða. Þannig að ég hafði svona smá áhyggjur en sem leist ég ágætt úr þessu og ég er nú bara vonast eftir að vera komin með eitthvað þarna. Menn alltaf virkir. Já, þetta var kannski bara jaft. Ég er alltaf hrókur sér þegar ég var alltaf alveg fóra í bara... Já. Mér fannst þessu kannski rétt að vera einhvern þá, sko. Já. En síðan líka spurning hvort þetta sé rauninni eitthvað slæmt á svartan, sko, eða svartan að tefla nákvæmt allavega. Þannig að kannski sumir að hvítur Hannes fekk svona smá frumkvæði en kannski náði ekki að nýta það og staðan kannski fjara svolítið út. Já, þetta var alltaf engin áhætta, sko. Það er svona með D5, þá var þetta svona svartur með smá pressu, sko. Já, Hannes út kannski sáttu bara, já, 2 jafntefli og ennþá á topnum, þannig að bara áfram gakk. Jú, tefla 2 á dag, maður leikur á stundum að sér kalli, sko. Svona setið skákinni oft, sko. Við gerðum það síðast, þegar þetta tefla 2 á dag, bara... Já. Það er verið að banna Íslandsmót. En þú er búin að sleppa vel núna með 2 á dag og 3 eftir, þannig að... Jón Ragnar að segja að það hefði verið bannað í íþróttum, það hefði verið bannað í fíti að tefla meira en 8 tíma á dag. Já, það er erfitt, við erum sammálið það. Bara stofna okkur í verkefni. Verkaði skákmanna, þau eru að stofna hérna á Blönduósi á 100 ára mannskapsósi, takk fyrir. Já, við skulum skoða aðeins hvað þú voru að segja og rennir við skákina. Kannski bara fara svona hrætt við sögu. Þetta var drottningameistarsbyrjun. D5, þetta er svona nokkuð þekkt á efstu levelum og Guðmundur tekur á C4. Já. Við fáum hérna móttekið drottningabrað eftir A4, C5. Svona rálegt tafl, traustbyrjun á svartan og það er kannski hér sem er svona mómenti sem að Hannes myndist á, hann vildi bara tefla öðrugt. Já, ég held að Hannes að vilja tefla upp á svona 2 úrslit, hafa smá möguleika tefla til sigur sem halda samt, sko, örygginni fyrirrúmi. Já. Hvíti leiki fullt að leiki og hrókur biskup G5 ýmsum möguleikar en hann leikur hérna D5 losast þar með við stakapeðið og einfalda stöðuna peðastæðan verður samkar í framhaldinu. Hvítur heldur ennþá samt svona örlítið með smá frumkvæði, hann er undan liðskipan þannig að svarta þarf að finna svona nokkra leiki en ef hún tekst það þá er hann oft svona eiginlega bara einfalda tafli eiginlega full mikið. Já. Og en við segjum þetta, já, tefn og 2 úrslit, þetta er svona oft taktik sem að stórmeistari beita, bara svona ok, ef að hlutinir gangi upp þá getur unnið, en líka núna að tapa eru mjög litlar á þessu styrkleika stigi. Já, þessu tímapunkt í mótinu, hann er stendur vel í mótinu, stendur vel. 2. dagur, gott jafntefli við Vigni, leikur undan B3, við sáum að hvítur aðeins og undan, eftir H6, kemur hrókur D1, það er svona smá pressa hérna, svarti þarf að losa drottninguna undan línunni, leikur drottning C7. Biskup E3. Já, ég kom alla menn út, þannig aðeins undan. Ég hugsaði mitt á þessum tímapunkti ég var að fylgjast með skákinni, hugsaði ég nákvæmlega sama og Guðmundur nefndi í viðtalinu svona Hannes að leg staða. Já. Hann er einhvern tempóum yfir, skilur þið byrjununa, hann er með bara virka menn og næstu leikir er einfaldir hrókur AC1 og svona smá óþægandi hérna og hann með reit hérna. Já. Svona ýmislegt, skálínuna hér. Já, þetta virka óþægilegt fyrir Já, en Guðmundur fann hérna leikinu þetta er B4. Já. Og hrókur C1
og drottning A5 reynir að fá svona smá tangarhald hérna á svesturreitunum og drottning A5 til að gefa sér tíma, kannski kaupa tíma til að klára leyskipan og hér kom þessi leikur Hrókur C3 sem kannski missir aðeins missir frumkvæðið tölvur er ekki hrifnar þessum gefur eftir biskupaparið og missir aðeins tökinn á stöðinni líklegast það var náttúrulega leika einhverjum leik eins og kannski bara biskup C4 halda parinu heldur smá pressu það kannski aðeins að valda sér til að ná jafnteflinu Hrókur C3 hérna draf Guðmundur D5 Hrókur við D5 og hér átti Guðmundur möguleika að leika hérna B5 sem hefði kannski verið hans sens í skákinu það er kannski smá sens að fá um færi tefla ef við sjáum eftir B5 þá rýfur hann þess að hóturinn á drottninguna biskupin þykka að koma út og jafnvel hinga líka undir einhverjum stæðum svarturinn með biskupaparið og smá möguleika verið svartan að tefla upp á eitthvað hann svona kúplans út og skipta upp á drottningum og leið og skipta upp á drottningum þá eða svartur getur ekki tapa þá talaðum það með biskupaparið það getur jafnvel verið peði undir í opinni stöðu og ættir að halda því þannig að svona restina skákinni svona fjaraði nokkur inn út í sama hvítur heldur í smá pressu hérna það sé erfitt að koma mönnunum út en Gummi segir bara ég kemur hann út B-peðið, fæ A-peðið hérna verða kaup og eftir eitt resju þannig lítið búið hann að drepa og Hrókur E8 og hérna sjáum við því að við erum með myndbrot af þeim hérna það takast í hendur þar sem að hann sem tekur hérna á E8 og þessa stöðu þarf nú ekki að tefla á stórmyndarleveli og miklu neða stindu tjátefli þannig að svona nokkuð verið tjátefli en það var örlítið gluggi hana fyrir Guðmund og kannski komur núna 2 skákir sem hann gæti svona síð eftir að hafa ekki tekið sína sénsa en við kíkjum núna kannski á Alexander Dómatsuk og Vignir Vatnar þeir hafa nú telt ótal skákir bæði hér heima og erlendis fara mikið á sömu mót eru oft á tíðum í sömu flokkunum jafnvel í svona stórmeistargrúppum og það sem að líka spilar inn í að þeir eru náttúrulega æfingafélagar og eru skiptast á hugmyndum þannig að þetta spilar allt inn í hugafar manna og þetta byrjunarval og svona móti sko. Hérna beitir Alexander hérna svo kvöldu alapinnabrið í Síkilavörð sem að var lengi kent við skákskólan í Íslandi kallað skákskólabrið sem Helgi Ólafsson kendi ansi mörgum íslensku skákmönnum að tefla þetta abriði en það var svona, hvað var að segja í árdaga svona blómatímabilið þess abriðis það var svona aðeins meira bit í því í dag er þetta svona ferðisistefnda og svona leiðisvart nájöfnum taflur eru þekktar myndi ég segja og hérna Vignir leikurinn að D5 tekið og E5 hann stoppar hann í leika D4 þannig að hvítur að reyna að ná svona svo við slettum nú smá peace play leikur D4 og ykkur stöðum þá á hann leikur þetta B5 til að vinna peði tilbaka þannig að Vignir kemur bara með hann út það var að kaup og við sjáum að þetta er ekkert ósvipað hjá Guðmundi og Hannes þetta er samhverf peðastræð peðin hjá báðum er alveg eins þannig að ef við ná ekki ykkur beittu með mönnunum þá eru svona stöður oft mjög jafnvægislegar hjá svona sterkur skápunum rétt hér gerist þetta reitt áhugavert Alexander leikur H3 og Vignir drepur á F3 og eftir stendur Alexander með slæma peðastöðu kring kóngin sem reyndar hefur kannski ekki mikil áhrif á stöðuna því að drottningarnir er farin út á borðinu og hann hefur biskupaparið og svona í framhald af þessu voru smá möguleikar fannst mér fyrir Alexander til þess að gera eitthvað með biskupaparið hann svona fær smá glugga þessi veikleika skipta engu máli eins og nei, sjálfsög ekki og þetta snýst svolítið það hvort að biskupaparið í opinni stöðu hvort hann er að búið til ykkur hótanir og hann fekk smá glugga henni þetta er D5 þarf að valda peðið þetta er D3 aftur þarf að valda hérna B2 það kom til grein að drepa hér en þá kannski er þetta B5 svona skemmtilega millilegur einhver flækja þar hvítur má alveg þokkulega vel vunna þannig að Vignir valdi hérna lík Hrókur A til E8 sem ég heyrði út af mér að menn hefði eitthvað gagnrýnt Dagur Ragnarsson alþjóðlega meistari gagnrýndi henni að leika aðeins eftir skákina og fannst þetta óþarfi og hér á Alexander einn möguleika sem að nýtti sér ekki það er þess að tefla upp á eitthvað þetta er svona kannski eina lúsin eða svona
nefnilega ekki skákinu þar sem að hann hefði getað gert eitthvað smá svona til að valda vandræðum en þeir leikar þetta BF með ekki. Setur átt að peð og það svona óþægileg pressa hérna. Já, ég held að staðan sé mjög nálægt í að vera í jafnvægi en pressar hann samt að Vigni að finna nákvæma varnarleið þér. Já. Svart að finna nokkar leiki en þetta ekki mikið og staðan fyrir þetta leika hérna svona D og satt best að segja þá var staðan nokkuð fljót svona að einfaldast svartu vinnur hérna peðvissulega en hvítur það með parið í opinu stöðu og kemur hrókunum inn á 7. Og svartur mjög passífur og ég Vigni bauði allir fyrir eftir þetta D6. Já, svartur eiginlega alveg bundinn en það erfitt fyrir hvítan að bróta sig gegn, hann peðundir og... Já, tölunum með þetta meira að segja aðeins betra hvít, örlítið betra en já, ég ætti að bli L-úrslit þriðaborð hann náði Ívan Sitsko að stoppa ágætis framgöngu Adams Ómarsson sem stæði svo vel en já, áður við kíkjum á ansi skemmtilega skák hérna hjá Ívan Sokolov og Benedikt Þórusinni, Benedikt hvít og heyra þá ansi Degi Ragnarssoni og tókst við tala hann. Dagur 2,5 tími búnir á umferðinni, hvernig líst þér á skákinnar? Það er alltaf mikið að þessu búið. Gummi og Hannes skrif jafntefli og Vignir og Sassa líka. Það var svolítið svona eitthvað spennskakki sem að ég hef séð en það er mjög eðlilegt þegar það er umferð á dag. Eitthvað áhugavert sem að er eftir, finnst þér? Já, þetta skakki meitir Benna Þóris og Sokolov held ég. Hún er svolítið í lottunum sko. Benni er í mjög góð færi til þess að vinna það skák fyrst mér. Alltaf skiptum hann yfir núna en það getur hvað sem helst gert sko. Núna veit ég ekki alveg að senast þegar kýtastöðuna þá var hann að leika dálning hálf 3 en virðist vera að Sokolov geti dribbla og getur með riddara. Dagur, nú ert þú í hópi sterkustu skákmanna landsins. Getur þú satt okkur eins frá því hversuna þú ert í hópi áhörfenda hér á mótinu? Já, ég komst ekki á þetta mót því að ég tók þátt í hinsmóti liða í Adam hraðskák hérna í London frá 10. til 16. júní. Ég hef getað verið með, ég hef tekið 3 yfirsettur en ég er fullt af mótum á næstunni hjá mér þannig að ég ákvað bara að taka kvild og koma hingað frekar og njóta þess að vera á bekknum bara, algjört. Gaman að sjá þetta og takk fyrir. Takk fyrir. Já, skemmtileg skák hjá Benedikt Þórusinni gegn Ívan Sokolov. Benedikt teldi bara vel, Ívan lagði alltaf mikið í sölunar en hann verðist að mist hérna af sterkum leiki á Benedikt í þessari stöðu, það ekki, Björn? Jú, Ívan var svolítið gagnrýndur eftir skákina fyrir að gefa sérstaklega hvítriddabiskupinn sinn í byrjuninni. Teldi svona, hálfgerða hellisbúa árás á prófessingum. Ætlaði að máta Benedikt bara strax og virtist ekki gæta alveg að sér. Hann er búin að veikja hvítarittina hér og hér nýtti Benedikt tækifæri og leik hérna mjög kröftugum leik, rittar G5 og það má eiginlega segja að það hefði þyrmt yfir bosníska stórstjórn hérna. Já, við fengum eiginlega svona skilaboðum að hringja í björgunarsveitir því að það þurfti líkast að finna Ívan upp á fjöllum eða myndi tappa sér að ská. Alltaf að hafa það á standbæ sko. Standbæ. Já, því að hótum hvits er hérna rittari E6 bara gaffall. Rittari F7, rittari E6. Já, það er 2 gafflar. Og svartum má alls ekki drepa þennan rittara þá kemur það bara mát. Þetta er mát sem mann eiga að þekkja, góða skákmenn. Kóngurinn kemst ekki hér út á biskupnum. Þannig að hér var þungt yfir Ívan Sokolov og hann fann henni leikinn á drottning E8 og afréða að gefa skiptamenn eftir rittari E6, drottning G6 og rittari F4 og þó að svartur sér skiptamenn undir og hvítastaðar líklega tæknilega séð unnin þá er samt smá möguleiki fyrir svartan að búa til einhver færi á kóngsvagnum þannig að þetta var ekki alveg ljóst. Nei, hann er með svona og ég sá það svona aðeins spjallið skákina og hann talaði Ívan einmitt sko að Júrúks er sort of not working. Það tekur tíma fyrir hvítan að virkja hrókana hérna samtúnis, þetta er dronning F3 dronning F3, hrókur F8 B5 með hvítum, dronning G5 hrókur að þetta er ekki þessi sjáum að svartur með svolítið gott tak á svörturrituna getur sett rittara, getur sett biskup á F5 og það er ekki ennþá góðar opna línu fyrir hvítur hrókana henni kom hrókur D5 setur á dronninguna en svartur bara treyður ykkur á F5 og svona reynir að búa ykkur til að kongsvæg
hvítur vissir að stendur betur hérna. En smátt og smátt þá fór svona Ívar að búa sér til aðeins betri færi og hérna kom svona smá stunga sem kannski mögulega Benni hefur mistað, Red Dead með G2 skemmtilega leikur. Þetta verður hann að taka, þá kemur F3. Já, við sjáum að þessi smá pressa hérna á hvítustöðuna og hér hefði Benni þurft að finna mjög nákvæma leiki og hér vinningsleikur væntanlega Hrókur D3 eins og menn redda eftir skákina með þeirri hugmynd að ef svartur drepur á G2 þá getur kóngurinn fals og svo getur hvítur tekið peðina F3 og kjölfari. Já, ef þetta peð eftir fellur þá getum við farið að fá Hrókana inn í geimi, þannig að nú er bóðan skákina. Já, einmitt. En þessi stakur hvað? Hrókur F3? Já, þetta eins og menn segja, maður velur alltaf rangan hrók, sko. Það er tveir möguleikar, svona Hrókur F3 og vandinn er að hvítur eru að veikja fyrsta ritaröðina. Eftir drápi hérna á G2, Hrókur F3. Já, munurinn á Hrókunum og tekur hinn að þá er Hrókur Elunni hefði valdað borðið. Já, drottning G5 og hugmyndi svart sem núna að koma inn hérna með drottninguna á C1. Þannig að Benedikt þarf að hörfa með hróki svona á D1, er aðeins búin að gefa eftir. Nú er ég að fá flashback. Já. Ívan er rosalega séður hérna. Já. Þetta minnir mig á þegar Friðrik Ólafsson plataði Mikael Tal. Aha. Þegar hann lokaði línu til að opna hann aftur. Já, einmitt. Við sjáum að Benedikt leik Hrókur D til að stoppa drottning C. Já. Hvað gerir Ívan? Hann leikur biskup F4. Hann segir, ég get ekki lengur leikur drottning C. Akkurat. Og eins og Tal þá fellur Benedikt í trikki og leikur aftur Hrókur D5. Mig grunar einhvern veginn að Benedikt þá ætlaði að endurtaka leiki og vinna síðan smá tíma. Hrókur D5, biskup F5, Hrókur baka, eitthvað svoleiðis. Mjög skiljanlegt. Þú ert að tefla við óstórmeistara, komið til ára sinna en hann er ennþá með 2-6. Þetta er frábær stórmeistari og við höfum lent í þessu báðir. Þú teflaði svona mann og ert með góða stöðu, stressið tekur yfir. Þannig að það er bara allt eðlilegt og menn þurfa svona komast yfir í hallan einu sinni til að svona þetta verið eðlilega. En hann leikur Hrókur D5 og þetta er tapleikurinn. Já, því miður fyrir Benedikt hann tefla hérna flotta skák og hér eins og segir Ívan að sjálfsögðu að plana þetta. Sjá þetta fyrir Hrókur D5 og hér finnur hann leið til þess að opna skálina á ný með þvingandi leik. Þetta er alls stílhrein og skemmtileg taktík og ef hann á þetta ekki þá heldur hann áfram að vera í þessu stöðunni en biskup H2 þvílíkur leikur. Drótning H2 lokar flottareinin með kóngina H2. Einmitt. Hann borðið veikt. Og vandinn er sannsög líka ef að hvítur eru með kóng þá kemur bara G-drottning. G-drottning og mát. Já, Ívan bara heppinn hann að sleppa með skekki. Sannarlega með skekki hann. Það er virkilega gaman að sjá Benna að vinna þetta og ég hef nú sett þetta ég veit ekki, þetta var nú ansið ofalega yfir svona þetta er uppsett á Íslandbónduna því að við erum ekki oft með skákmenn með 2-6 ekki margir Íslandleikar sem ná því þannig að þetta hefði verið ansið sterkt en gaman að þessu samt það er gaman líka bara að eiga sensi sko. Já, algjörlega ég meina, þetta er eftirminnileg skák fyrir Benedikt á hans ferli og hann á örugglega eftir að muna eftir þessu skák og rifja hann upp setna mér og læra á henni. En hefur ekki að klára þetta hérna með svona, skemmtilegri fléttu frá heimamanni? Jú. Ég var hérna, við höfum báðið gaman af þessu og það að hafa þessi mót hérna út á landi þýðir að við erum að fá kannski menn við tapborði sem að öðru kosti væri bara ekki að tefla. Það er rétt, já. Og hér eru tveir, Jón Arnljófsson sem teflir kannski aðeins meira hérna, sem er skákvæmlega sögurkrok sem ekki er ekki að mér. Jú, það er ég. Og hann með hvít hérna gegn Þorleif Ingvarssyni sem að er heimamaður, ekki satt? Jú. Heimamaður og gammal reyndur var í Tafélagi Blönduós í gamla daga og hérna hefur nú svona einbytt sér að bara sínum hefðbundnu störfum bara sem bóndi gegnum tíðina en hefur fylgst vel með skákinni og telti breiðskák í gamla daga og er bara grjótari skákmaður þó hann tefli lítið. Já, svona flottur kappmi orðið reffilegur, það er eitthvað reffilegur. Við vorum virkið að hreifna þessu trikki hjá mér hér, leikinu rittir 1-4. Já, lúmskur sko. Lúmskur leikur. Jón svaraði hérna D5 rauðvaldi og rittaran, en þá kom trikki. Þá kom, já, og þetta hefur þálega verið búin að plana lék hérna skemmtilegur leik, Hrókur Háveitskák. Og rittar nefjöðu tekur getur rittarinn á kongnum, það hvítur á enga mögulega að vera að taka hrókin og þá fellur drottningin með gafli
og eftirleikurinn varð auðvöldu fyrir Þorleif Já. og náðu sér í þarna skemmtilega sigur. Einmitt. Þannig að já, ef við ekki lókin kannski að svona kíkja aðeins á stöðuna. Já, Hannes má vel við unna eftir 2 dag, sterkum anstæðingum með 5 vinninga, eins og Ivan Sitsko sem er búin að vinna sig upp eftir tap gegn Alexander Domotúk Jónasinni í 3. umferð, eða maður rétt. Og svo kemur bunki af íslensku skákmönnum, Sasha Dom eins og hvernig hann, Alexander Domotúk Jónasson, Vignavatnar, Bárður og Guðmundur með 4,5 vinning. Það stefnir í rosalega baráttu. Og svo eru enn fleiri með 4. Þar er meðal Ívan Sokolov sem gæti haft einhver áhrif hérna í lokin. Já, ég ætla að segja það. Ívan er að vinna sig upp töfluna og hann á eftir að mæta toppmönnunum í lokaumferðunum og það er algjört lott á hver fær Ívan. Já, á morgun svakalega umferð 7. umferðin. Ivan Sitsko, Hannes Lífa Stefansson. Vignavatnar Stefansson, Guðmundur Kjartansson. Önnur mikilvæg skák. Svo kemur á 3. borðið Barnar Birkisson, Alexander Domotúk Jónasson. Hvor kemst í toppbarátuna? Ívan fær Gergunu á 4. borði. Svo er Adam og Bragi, Heimir Freyr, ég myndi segja svona ágætispöru fyrir hann, fær hérna Þjóðverja. Og svo erum við komin svona út fyrir toppbarátuna, þannig að spennandi 7. fyrir framöndan. Já. Og ég held að þetta er gott, þetta eru langur dagur, 20 dagur og við sjáumst á morgun. Gefum það.